Ja, hér Jónas Guðni umkringdur aðdáendum fyrir leik Káringa. Við erum búin að heyra í Baldri og Diogo og Loga og allir náttúrulega bara í skýjunum, en ég vil samt fá að vita svona hvað var það sem gerist í hálfleik, þannig að þið mættuð alveg trilltir í síðarhálfleiknum. Við erum alltaf settist bara niður og ræddum aðeins málin og ákveðum það að mæta brjálæðir út í seinni hálfleik, og mér fannst líka andrúmsloftið og hugarfarið í mönnum inn í klefa. Og þegar við mættum út í leik að við ætluðum okkur að vinna, og mér fannst það vera gegnum gangandi í seinni hálfleik alveg fram að síðustu mínútu og við komum inn í seinni hálfleikin og byrjum að skora snemma á það og opnum leikinn og fáum síðan víti og við höldum bara áfram og unnum síðan leikinn í lokinn. Það náttúrulega var bara frábært. Það var oft svona fín lína á millið sem hvernig menn taka því þegar þeir lenda 2-0 undir leiknum eftir svona hálfgerða flengingu. Eða stutt eftir hálfgerða flengingu eins og mótið fram daginn. En það einhver svona hlutverk fyrirliðans? Þá sem þú öskrar menn áfram og svona reynir að berja þeim kjark? Já, auðvitað reynir maður það og ekki bara ég heldur allir strákarnir. Við erum í þessu saman og við gerum þetta allt. Það er flotti strákar í þessum hóp, þannig að við lögumst náttúrulega allir saman á eitt og börðum hvort annan áfram og mér finnst líka bara flott stemningin í seinni hálfleik í liðinu var frábær, og stemningin í stúkunni fyrst og fremst var líka alveg til fyrirmyndar og svona þetta alltaf að vera, þannig að þetta hjálpaði okkur mikið. Maður heyrði vel í árundum kvöld og það var gaman að því. Logi fjölgaði miðin í síðarhálfleik, setti Bjarna inn á miðuna með þér og Baldri. Hjálpaði þér ekki svolítið mikið? Maður sá það að þú varst duglegur einmitt að fara svona óvænt tilbaki á mönnum og hýra boltann? Jú, þeir spiluðu með þrá á miðunni og við vorum eiginlega þarna tveir og vorum alltaf langt frá mönnum, þannig að Logi gerði þá skynsamlegu breytingu í seinni hálfleik að þétta hana sem við veitur og þannig að við getum verið nær mönnum, og það heppnaðist svona vel og þannig að það var bara frábært. Það eru flottur sigur, Jónas. Hér erum við með Mark Röttger sem að tryggði okkur sigur, frábæran sigur á hann á Blikum. Mark, how does it feel to score your first goal like this for KR? Yeah, it's perfect. The last minute, so everybody's happy inside. Yeah, it's a perfect game. It didn't look very well in the beginning of the game. We were 2-0 down. Yeah, it was a tough game, but we come back in the dressing room and we said to each other, yeah, we can win this game, and everybody is pushing each other. And we come out of the dressing room and the first goal been just 5 minutes, and after that we get a boost from come on, and we did it. Logi has been saying, the coach, that you bring something extra to both the Icelandic football and KR, being trained in the Dutch school of defending. Yes. And defending. How do you rate the defense in Iceland compared to the way you were brought up in defense? Yeah, it's a little bit. I see on the training somebody don't want to defend. They get the ball and they want forward, and we look. You have to look each other. Where's everybody? You have to talk with everybody, keep the line, and sometimes it's difficult because Jonas he's so much pressure and he wants to go forward, but then we have to say stop, and I try to help everybody in the last line. Have you been enjoying your summer here? Sorry? Have you been enjoying? Have you been having a good time in KR? Now. Yes, now it's perfect. Everything it's done for me. My apartment, my car, everything. The football is nice. The weather sometimes not, but that's okay. Is it good playing alongside Gretar in defense? It's difficult because he speaks Icelandic and I don't speak Icelandic, but his English it's okay, and we feel each other. When he knows what I'm doing and I know what he's doing, so it's perfect. And Jordao is a Englishman, Portuguese, so we can speak English. Okay, very good game, Carl. Yes. Thank you. Við erum hérna með Arnar Gretarsson, ekki fyrirliða lengur, miðjumann þeirra Blika. Ætla hún ekki að bögga hann á leiknum, heldur svona aðeins að forritast gríska boltan. Þetta spilaði hann þar við góðan orðstír á sínum tíma. Arnar, hvað getur þú sagt okkur um Larissa-liðið? Ja, mjög lítið, því að þegar ég var að spila þarna í Grænlandi á sínum tíma, þá voru þeir, eins og segir, ég held í þriðju deildinni. Allavega ég spila aldrei á móti, þannig að eina sem ég veit að þetta er lið þarna rétt fyrir utan Salóníki. Og bara núna síðustu ár hafa verið að gera fína hluti. Ég veit að félagið minn Jorgo Donis, hann var þjálfari núna, búinn að vera hérna í 5 ár áður en hann fór til AEK núna fyrir ári síðan, og búinn að vera að gera fína hluti með það.
Annað runnu veit ég voru lítið nema það að þeir enduðu í 4. sæti núna og unnu bikarinn árið undan og lið sem í topp 4 mestu þarna niður frá, það held ég að sé alvöru lið. Gríski boltinn hefur verið töluverður uppsveifla undanfarnum árum, Evrópumeistara 2004 og það eru nokkuð stór lið þetta sem hafa látið til sín taka í meistaradeildinni. Hvernig gríski boltinn svona? Gríski boltinn svona ekkert ósvipaður og ég myndi halda þessi fótbolti sem þessi suðræni fótbolti. Það mjög mikið af teknískum leikmönnum og svo mjög algengt að það eru 3-4 stórlið eins og þetta niður frá, þá Panathinaikos, AEK og Olympiakos og svo PAOK í Saloniki. Þetta allt alvöru lið með flotta leikmenn og þegar lið eins og Larissa kemur og núna búin að vera ykkur ári í topp 5 þá held ég að það sé lið með fína leikmenn en það sem gerist oft með þessi minnilið að þegar lið búin að eiga nokkuð góð ár og þá eru góðu leikmenn að þá yfirleitt þeir keyptir til stærri liðana þannig að undantekningarlaust að þá þessi lið nokkur ár og svo dettað aftur niður í svona meðalmennskuna. Það nú yfirleitt það sem hefur gerst en svona gríski boltinn það sem kannski gott fyrir KR að deildin har ekki langt síðan hún kláraðist þannig að þeir eru örugglega að byrja langt á undan hinu liðunum þannig að ég geti vel trúa því að þeir séu mjög ósáttir við þetta að vera að spila í einhverju Evrópukeppni svona snemma og vera að kötta frí þeirra. Hvar liggja möguleika KR-liðs í þessu leik? Eigum við einhverja möguleika í þessari viðureign? Já, klárlega. Menn alltaf möguleika. Menn byrja náttúrulega 0-0 en svona ef liðið væri í toppstandi þá held ég að KR ætti mjög litla möguleika en ég held að aðalega möguleikann liggi í því að þeir eru rétt að byrja. Þeir verða ekki neinni leikaæfingu og það ætti náttúrulega að geta nýst KR-ingum mjög vel. KR-ingar eru í fínu standi og ég segi það ekki að það verður erfitt að fara út og spila kannski 40 gráðum en ég held að það sé nú svona aðalmálið að hitt liðið verður ekki í standi og menn geta kannski nýtt sér það en það verður klárlega erfiður. Við erum gríðarlega góður á síðustu 5 mínútunum en þú sagði við munum spila í 40 gráðum þarna úti. Megum við búast einhverjum bandvillisum áhorfendum og brjálæðislegum látum þarna úti? Já, ég veit ekki hvað, nú þekki ég náttúrulega ekki áhorfendur hjá Larissa en það mjög algengt þarna suður frá að menn eru með mikla svona ástríðu við fótboltann og þá mjög algengt að menn eru með flugelda og það mikill hasar. Þannig að ég veit bara ekki hvað þeir eru með stóran stuðningsmannahóp en oft á tíðan þegar maður var að spila þarna þá var mjög mikil stemming. Þannig að ég vona innilega að þeir fá að kynnast því. Og svona, þú myndir veðja á Larissa ef þú ættir að leggja pening undir? Ég hugsa það en ég ekkert að leggja pening undir þannig en ég vona að KR komast áfram. Ég vona það innilega. Við þökkum þér kærlega fyrir stuðspjall. Ekki máli.
chick that used to dance a lot. Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool.